Sko, Maler, hérna, ef ég myndi einhvern tíma vera hérna raðmorgi, þá myndi ég sko gera þetta á elliheimili. Þannig að þú ert ekki búin að útiloka og segir ef ég myndi einhvern tíma verða. Já. Það er ekki útiloka. Sko, á elliheimili. Þegar að ég er raðmorgi. Hvað segir? Skál, Skál. Áframhaldandi fagnar. Herpesbræður eru hérna enn eina ferðina. Þeir bara, þú veist, þeir eru svo það er svo mikið smithætta í þessum tveimur. Það er svakalegt. Við erum búin að festa okkur á það. Þeir eru búin að festa ykkur á það bara eins og herpes gerir. Jesus Christ. Þið komið aftur og aftur og aftur. You should know. Já. Nei, sko, ég held að desember væri blautasti mánuðurinn. Er það janúar? Janúar er eiginlega, veist, svo mikið að gera, maður er svo vinsæll. Nú, ég get ekki að því. Ó, ég er hérna, þið er hérna. Þú vinsæll. Hæ? Greinilega ekki út af því þú gafst mér ekki ammálskjöf í senastu viku. Ég gaf þér 1000 kall. Það gaf þér 1000 kall. Skilaður honum? Út af hann var alveg Hann sett hann ofan í nærbuxurnar á mér. Já, út af hann sagði má ég fá hann tilbaka. Það var eftir að við slítum útsettingu. Þá tæknilega séð, hérna, fekk Birkir eitthvað út úr þessu. Það setti nærbúsuna hefur. Já. Gekjað. Cool story, bro. Cool story, bro. Herri, ég er með pælingu, veist, hérna, ég er búin að vera að tala við nokkra hérna undanfarið. Ekki mig. Jú, ég var að tala við þig líka. Ok. Og hérna, ég ætla að fá, veist, bara áliti hjá ykkur. Mér finnst allir núna, mér finnst svo mikil tíska núna, það er allir á styrum og mikrodósa sveppi. Já. Það er rosa margir sem er mikrodósa sveppi. Já. Hvað er ruglið það? Mér finnst það bara, veist, og síðan, veist, Hvað fær fólk út af því? líða betur. Komast í takt Hver þarf það? Hverjum þarf að líða betur? Við erum að mikrodósa bjóri hérna, sko. Nei, þetta er ekkert mikro við þetta. Við erum að sturti okkur. Nei, veist, síðan er sko, veist, ég var eitthvað að tala við hérna einu mannskju og hún eitthvað alveg bara, þetta er hérna, hún fer ekkert í vímu. Ég leið, þið líður betur. Af hverju ertu það þessu? Já, Já, þið líður það er betur. eitthvað við þetta, sko. Harru, ok, ég ætla bara að byrja að mikrodósa kókain. Ég ætla að fá mér bara 1 lykil á mótnana til að koma mér í vinnuna. Það er allt í lagi. Þetta er að mikrodósa. Hvar eru mörkin? Og ég er að spyrja, veist, Genuinely þetta að spyrja. já, og það er sko, veist, Harru, ég er með halva sprautu á heroinni. Ég fer ekki alveg fucked up. Sko, þetta er svona, þú veist, á ég að fá mér bjór eða mjólk á mótnana, þú veist, hvort er ávanabitandi og getur, þú veist, Allt. eskalator. Allt sem lætur þér líða vel er ávanabindandi. Já, ég meina Punktur ok. búið, sko. Þú Lawyer. getur ekki sagt eitthvað bara sveppin er ekki ávanabindandi. Jú, ef þú tekur það á hverjum degi, Í mínu lífi þá er pizza og bjór á henni. veist, ef þú Já. lætur þér líða vel, veist, Daði, veist, er bara pizza og bjór hérna. I love it. Já. Og veist, flesti myndi segja pizza er ekkert ávanabindandi. Já, Eru séð Daða? nákvæmlega. Sjáum bara Jabba. Sjáum bara Jabba það. Ég er með gullkort á Dominos. Ég ætla ekki að segja það. Jú, þú Vá, byrjaðir. ég ætla að segja sjáum bara Jabba the Slut hérna. Jabba the Slut. Thank you. Er ég svona, veist, gamaldags að, veist, Mér finnst steikta mikrodósa sveppi. Þú ert ekki einn. Já, En steikta sveppi. Það má bara spila. á pizzu. á pítsu. Yes, please. Nei, veist, ég er svona, er ég svona gamaldags að þetta er bara, Sko myndir þú segja að þunglyndislyf væru ávanabindandi? Já, sko, algjörlega. Ávanabindandi þýðir að ef þú hættir cold turkey þá bara krassar allt saman, krassar allt kerfi Já, það gerist svolítið þegar þú hættir á þunglyndislyfum. nei, Það er að hættir á Nei. pítsu. það krassar Ég verð að fá 3 pítsur í hverju. Nei, þú náttúrulega krassar ekki sko. Eftir þunglyndislyf? Já, Nei. Ef þú bara hættir bara Nefnum þú núlitni. sést á einhverju industrial grade Prozac sko. En þú veist, eftir svona þessi hefðbundur þunglyndislyf já, þú krassar ekki. Þetta er svona svo djúpu þáttur. Nei, Við erum rétt að byrja. Ég veit að þú ert á kvíðalífum til dæmis. Þú bara hættir bara allt í einu í staðin fyrir að þá var minnka þau kvíðinn. Þá krassar allt, sko. Nákvæmlega. En það krassar ekki, þá bara heldur hann áfram að vera kvíðinn.
Nei, þá farið ofsá kvíðakost sko. Já, en Sjáðu fyrir þér Sem þýðir allt, fine, Trainspotting þegar hann var læstur að þenni í herberginu og til þess að, þú veist það var heroin já, ég veit það var ávanabindandi við bara sjáum bara munin á því og heroin ávanabindandi? oh shit Það hefur ekki einu svona hægt Það gerir kálma gílur Núna þori ég ekki að hætta Það sér einhver börn skrýða upp veggin hann bara, shit, ég er að fara að einta spatt hérna bara en veist, hvar eru mörkin til dæmis eins og þetta veist, ég sagði líka veist, hérna, sterarnir eru líka þetta veist, það eru allir á þessu mér finnst allir vera bara einhvern veginn á sterum þetta er bara svo mikið tískubólu núna Ekki ég og ekki þú nei og ekki hann og hann Þú þekkir allt annað fólk ég þekki ég engan sama ég sko þú ert í öðru krát en ég sko Ég þekki ég veit ekki neitt sko já Ég þekki fólk sem hefur prófað þetta en ég þekki engan sem er á þessu já, ég pröfaði þetta sjálfur einu sinni Ekki svo, hæ? hvað? Já, þú náttúrulega elskar þetta að spyrja í rassina þér Já Varst þú að styrum? ég fann, wow Ok. Seinna að fatta þetta Fórum my bara God. alveg þangað já, Hvernig varst þú að styrum? það var varst á styrum það sést nei, veistu, ég væri svo ömulega lélegur fíkill að ég glemdi alltaf að gera það sem ég átti að glemdi alltaf að taka Fórstu á niður En hvað ætlaðir að gera? ég var með ampúlur og allt saman Hvað og, ætlaðir að gera? sprauta þig já, Í rassin? og svo pillur, töflur sem ég tók alltaf reglulega líka Spautar í rassin? já, og síðan Used to that, ok Hérna, en hvað ætlaðir að gera? Ætlaðir að vera massað upp bara? já, og En fórst í rættina? nei Og lást bara heim og sprautaði í rassin? þegar ég man eftir því, þá gerði ég það og svo tók ég töflur stundum þegar ég man eftir því og eitthvað og svo bara, nei, þetta er aldrei að fara að fucking gerast þannig ég bara hætti því Það var þetta ekkert ávanabindandi? nei. Nei, en sko- tippið á mér minkaði svona 14 cm Vá! Þannig að það komið inn það er uppbyndir lungu sko. sko, eina sem var eftir var bara svona húð það er svona skinnsokkur Þetta fór bara úr pluss 5 cm og bara tilbaka já I'm so sad nei, veist, ég vildi bara henda þessu út sko. ég er bara svona, veist, hvar eru mörkin að mikrodosa veist, Já. ef við myndum Ég veit ekki. ef við myndum Áhugavert. taka sko skot af bjór í, veist, á mótni Ég myndi ekki nefna því hádeginu, veist, þetta er bara veist, eða bara venjulegt skot Ég þarf dósina bara, veist, venjulegt skot, bara vodka skot hérna Já, það ertu svo sannlega það fer bara eftir styrkleika þess að þú ert að taka því að skot af malti er ekki að sama og skot af meskalinni til dæmis nei, út af því fucking malt lætur ekki líða vel sko. ég veit það nei, ég er að taka Það er gott mikrodosa fyrir meldinguna nei, veistu, þú þáðu þér með allt sko, þú ferðar að borða þú var ekkert fullur á einu skoti sko. nei tekur vodka skot síðan bara, ég til í hennar fucking dag bara til að vakna og bara fara út úr rúminu það maður er svo þunglitur sko. já, ég er að tala um þig sko. og hérna og séð bara í hátinn út af því að þú varst hættur að líða vel tekur skot, og þú ert mikrodosa veist, hvar eru mörkin? Hversu ofta þetta maður þess að sveppið í daginn? Ég veit það ekki, það er það sem ég er svona ég held að þú gerir það ekki þannig ég, sko Er bara einhver heildsala bara með sveppi til að mikrodosa og þetta ég þekki eitt gaur sem tók töflu veist, svona, veist, hilki með veist, hérna, svona sveppum Þengar með Jake Sælarsæpin hann var búinn að gleyma að hann tók sveppina og tók aðra síðan fór hann að keira og hann bara byrjaði allt inn að sjá hérna ásjónir sko. shit, það er en, veist, risky business maður ég var í þarna sko. Hvað er hellað? ef ég var í eitthvað ég er mikrodosa Er hann síðan að selja húsgögn þessi stóll er ókslega góður hann er svo mjög góður sér hvernig hann hreyfir sig bara Hann breytir lítið já, þessi gremlin sem er hliðnaður er rosa hrifin á honum já. hann fylgir kaupætt já Allavega en daðilega bara what the fuck Já, allavega, strákar við Ég getum hérna talað um þetta ég dag Nei, hérna Ok, ég glemdi í síðastu vorum saman þetta Þá glemdi ég að vera með svona Svo það ger upp árið 2024 Þannig að ég er með 3 spurningar sem að þið þurfa allir að svara glemdiru Ég glemdi, nei, ég veist mér bara Ég ætlaði ekki að síðast að þetta já, En svo var ég bara svona, ok, ég hef eitt ekki fyrir viðbót Ég ætla að loka 2024 með öllum 4 minna ok Þannig að ég er með a question Og, hörru, þið ætlaði að fara í rock, paper, scissors upp á hver svara fyrst Hver? Og Ég og Þröstur. bara, nei, Davíð þið 3 Gerið þið bara allir rock, paper, scissors
Ég segi bara 1, 2, 3 That's not how 1, that 2, works 3 Nei, betur, ég segi 1, 2, 3 Ok, tilbúinir Það er östu tilbúin 1, 2, 3 Ok, Birkir vinnur Davíð Við erum allir með sikk Þröstur vinnur Birkir, Þröstur er næstur Ok, Þröstur er fyrstur, svo Birkir, svo Davíð Hann vann hann Ekkert Hann vann mig Hann vann enginn Hann vann enginn Það voru Ok, allir með byrjum sikk Það voru allir með sikk sko Ok, tilbúinir Ok 1, 2, 3 Birkir Ok, Birkir er fyrstur og núna Þröstur og Davíð Ok 1, 2, 3 Ok, það er Birkir, Þröstur, Davíð Ok, Klukkuringurinn þannig að Birkir, þú byrjar Já Á hverju? Á svara spurningu Já, ok Tilbúin, Jesus tilbúin Ég er aldrei tilbúin Fróaðir þeirra árunni 2024 Nei What? Ha Það má ekki ljúga, sko Ekkert svona Fróaðir árunni 2024 Nei Ok, hann blikkar þannig að það er já Ok, hann blikkar það já Þröstur? Já Já, Davíð? Já Ok Ógstleik spurning maður Ég er að spá að breyta þessu 5 spurningar þegar þú ert með stæla Ég er ekki um stæla Ok, herri, spurning nr. 2 Af 5, Birkir Já. Sprautar inn á árinu 2024 Ha? Sprautar inn á árinu Í 2024 húsið? Já, ég var aðeins svona Já, ég var í sturtu og Í- sprautaði svona Vá, þú ert bara þessu ófinnasti maður sem ég þekki núna Hvað er það að tala um? Sprautar inn á árinu 2024 Eða Hvertin? Did you pull out Did you pull out? Ha? Answer the Það question er allir að stökka Answer the question Sko, Já, þetta var já eða nei spurning Þetta er allt já eða nei bara spurningar samúð strákarnir sko Þið erum ekki búin að svara Já, ég mun gera það bara saman We will ask the questions Já, nákvæmlega Þröstur, sprautar þú inn á árinu 2024? Davíð? Já Ok Hvað spurningar er það? Þetta er bara, ég er bara að gera upp árið 2004 Þetta er það sem allir vilja Ég er ekki undir spurningaflóðina Ég er að spyrja Það er svolítið auglust að þú gerir það Ég er að spyrja Það sem það er kaka í ofninum Kanski Já Bjóst þetta í barna árinu 2024, Birkir? Nei, Þröstur? Nei. Nei, ég Davíð? get ekki búið til börn Ekki heldur Davíð? Nei, en ég tók út með okkur börn Stuttar í klóstið Á bankanum eða Þannig að enginn eða af ykkur- leikskólanum Nei. Þannig að enginn af okkur bjóti barna Bara þú 2024 Bara þú Bara þú Auðmíkjar Herðu, Birkir, fórstu í standandi 69 árinu? Já. Ha? Vel gert Hver held að hverjum? Þórun? Held það nú þér? Já Nei, ég er að tjóka Nei Ok, Þröstur? Nei, ég gerði það ekki Davíð? Nei Jesus Christ, maður, þið eru ekkert smá lélegir Gerðu þú það? Ég er ekki undir spurningum hérna, ég er að spyrja, ég er ekki svarari Bara alltaf leika að grína Nei Við leikurum minn Síðasta, Þetta Birkir ætli ég að vera með svona spurningar og daða næst sko. Birkir, síðasta hérna Hamran sko Hvað, ég svo mikið er þið Birkir, prófaðu pegging árið 2004 Reyndar ekki Nei, Þröstur? Nei Lies Nei, Ok. þetta er bara Nei Er það? Bara stórt nei Tala svo mikið um þetta Nei, ég tala ekkert svo mikið um þetta Pegging? Já Æ, ég er að tala um Alltaf þetta þið Hann talar um þetta? Af því að hann er að tala við þig um þetta Já. Davíð? Já Framhjúsláttur. Davíð Nei, ég, þú veist, sko Putti hér og Þú það varst rosa lengi að svara En sko. eru putti pegging, þýðir- nei Að putti því pegging Putta- Nei, Herri, ok, Nei. þá putta pegging hjá Davíð það er ekki að sama pegging Já, gott Var litlu putti eða vísuvingur eða Allir bara Davíð vill þumal Já, Því það er þykara þurrinn því okay, okay. Herri, ok, við erum bara að gera bara 2004 Takk fyrir þetta Herri, strákar Hvað er næst? Mér, hérna, ég er þetta, sko, má ég koma um pínu? Ég er með líka pínu sko Býttu, Davíð þarf að verja sig býttu. Nei, þetta er ekki tengt Sko, þessu Ég er pegging er mitt, sko Sko, samkvæmt Harvard Dictionary þýðir pegging, nei Hérna Ég hlustaði á leikjaþáttin ykkar Já, sem að þú varst ekki í, og af því ég er að þú varst ennþá að þunnur. jafna mig á heilablæðingunni sem ég fekk eftir að hlusta á Birki reyna að spila þennan leik Herri, Ég varð bara að minna fólk á það fólk sem hefur ekki hlusta á hann Ekki hlusta á hann Jú, hlusti á Nei, leikja nei, nei, ég klúraði svo mikið Hlusti á leikja Ég þáttinn, var- hann er það að finna Ég var að keira Reykjanesbrautina og ég þurfti að leggja út í kanti
bara að taka mig ég tristi sjálf mér ekki að heyra, ég hló svo mikið Sko, þetta er eini þátturinn sem að ég hef klift Ég hef klift allast að þetta Þetta er eini sem að ég hef verið að klippa og ég hef tárast af hlátri og það gerist tvisvar, sko Ég grenjaði bókstaflega af hlátri og þurfti að íta pásu, sko Haha, hlæjum að mér, ég sé Mákona mín sendi mér sko skilabóði all caps og upprópunarmarki Ég er að öskra á ykkur að þið er ekki í mér You idiots Ég er að segja ykkur að leikja þátturinn eða ekki búin að hlusta á hann, hann er gull Ég bæði fegin og sé eftir að hafa mistað þess að Þetta er klúður frá aðtöðu Vá, hvað það var fyndið, sko En mér langaði bara skjóta eldsnögtin af því að þið voru að tala um áramótaheit og eitthvað að ég er með nokkur áramótaheit Oh boy Ég sem sagt, ég byrja að reykja aftur Var það áramótaheit? Já, og einhvern tímann á árinu ætla ég að detti í það og pikka fæti löggu Ok En það sem er verst, það er ástæðan fyrir því ég lít svona út eins og ég ger í dag það er já, hvað, það er í sjósund Fór í sjósund daginn og núna er ég með mermaids Og það er svo góður Ég þurfti 3 sekundur til að ná þessu, sko Sorry, ég þurfti bara að koma það sennar Ég sér þetta drullu góðu, sko Ég er búin að vera með að brandara í haustum svo lengi, ég þurfti bara að koma hann út Þetta er hella Þetta er ógeðslega Ok, gott carry on Áður en við förum í það sem við ætlum að tala um þá ákvað ég að heyra í konunum ykkar Oh my god og ég út af því að það er New Year, New Me og ég spurði þær hvað þurfa mennirnir ykkar maðurinn þinn að gera til að gera New Year, New Me Herðu, hvað vil byrja? Ég skal byrja að daða Ástæð fyrir ég brjálar það ég gerði nákvæmlega fucking sama Nei, Jú, Er það? já, við konum okkar allar já Nei, sko Ég hafði samband sagði hún þér frá þessu Nei. Hún sagði þér frá þessu Það er að finna við það Hún fucking sagði þér frá þessu Það er að finna við það og ég er ekki með þetta Þannig að hún sagði þér frá þessu Nei. Jú, Ég er ekki með þetta hún sagði þér frá Alls þessu ekki, út af því við erum að tala um pranks Oh my god Og það er sko, oh my lord Hún sagði mér ekki neitt frá þessu Það fucking fyndið. Hvernig hafður þá hugmyndum að koma með hennar hrekk? Ha 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 Hún sagði þér frá þessu She's out of my goddamn will Og hvað, Hún er komin úr erfaskránni minni no joke og hún sagði ekki frá þessu Það er bara Hvernig finnst þá hugmyndum að koma með hennar joke? Út af ég ætla að gera hrekk Við erum að tala um hrekk í dag Bullshit, hún sagði þér frá þessu Ég er brjálaður Hvað er að gerast? Það er búið að skemma hennar þátt I'm so lost Fyrir mér er þessi þáttur skemmtur Ói, hvað er búin að skemma hennar þátt Ég er svo týndur Oh my god Þórun hefur ekki einu sinni hugmynd að ég ætla að gera þetta sko Þetta er rosa skrítin tilvílun, Birkir Þetta er rosalega skrítin tilvílun Það er alls sjóðandi Mér finnst þetta ógeðslega fucking fyndið Það er svo fucking augljóst, hún sagði þér frá þessu Ekki, nei Nei, ok, klikku tilvílun Og það í gær sagði ég á ég ekki að gera þetta og hún er eitthvað bara, mér finnst þetta ekki fyndið ég ætla samt að gera þetta Hún sagði þér frá þessu Vil ég ekki bara fara á bílastað og slást og koma svo aftur inn og klára þáttinn Hann myndi tapa No fucking way að þú ert með þetta sko ekki sjens Ég náði tilbaka Oh my god Þetta er svo Inception þetta alveg Ég tek á móti Óskarsverðlaunum á milli 7 og 8 á Þú ert kvöldin búin að eyðileggja jókið minn Þessi jókur er ónýtur Æ, shit Ói, hvað það var gott Ég er svo lost Má ég fá Óskari núna eða fæ ég hann eftir eða? Oh my god Ég ætla að vera með jók á okkur hérna sko Þú eyðilega jókið minn Þessi þáttur er ónýtur It's a prank show
Þetta var geðveikt. Það eru við ætlum að tala Ég ekki með neitt svona eitthvað Ég, þú veist, já, ok Nei, sko, ChatGPT getur ekki komið með brandara. Nei, greinlega Það finna við að Davíð byrjaði að svitna sko. Það var bara Þeir eru brjálar Fucking hilarious. Fuck Skál Herðu, hvað hérna Jesús minn Þú lékst þetta mjög vel Takk fyrir Út af því þú lékst sko a tiny little bitch Ég er góður í því Herðu, ég hérna Ef að byrja hann þátt hrekki Ég er með íslenskan sem að ég hérna rakst á netinu Já Á ég að lesa yfir hann okay. Ég veit hvað rekkur það er að tala Guð gaf þið lítinn tippi sko Þú veist Það er búið að virka tvisa sinnum hann Mér er alveg sama Hérna, allavega That's good enough Herðu, íslensku hrekkur sem að hérna hefnast mjög vel Auðblöð iSafe Nei, djók Hérna Nei, ok Shit, ég svitnaði þú varst að gera þetta sko Ég var bara, fuck Þessi þáttur ónýttur sko Herru, árið 2007 Þessi þáttur er hrekki sérst Ég ætla að fara yfir klassískan íslenskan sem að gerist Árið 2007 kemur móðir á Akranesi heim og vinnu og sér miða á eldhúsborðinu frá syni sínum sem á stendur Ég fara út í búð að kaupa nesti Löggan hringir í það eftir Ég get útskipt málið Kveðja Vívill What? Herru, ok Þegar hann var spurður að hvernig skildi hann að miða eftir þá sannst hann bara vilja róa mömmu sína og löggan hringdi í hana sem að löggan sagðist alltaf að gera En hvað gerði þessi Vívill? Þú veist, þetta er 2007 sko Okay. Herru, árið 2005 þá fekk Vívill Atlason 14 ára strákur á Skaganum símanúmer frá vini sínum sem reyndist vera símanúmer hjá Hvítahúsinu í Washington bara eitthvað djók sko og eins og allir vita þar býr fórsetið Bandaríkjanna Alveg rétt í mann eftir þessu Herru, þetta símanúmer reyndist vera beint númer inn í einhvers konar öryggisherbyggi í Hvítahúsinu og 2 árum eftir að hann fekk þetta númer sérst árið 2007, hann fekk númerið 2005 2007 ákveðna að hringja Herru, á þessum tíma var George W. Bush fórseti og Vívill sagðist vera Ólafur Ragnar Grímsson fórseti Íslands og vildi fá samband við Bush hann lenti í hálfgerði yfirheyslu sem símtali og spurður alls konar spurningar Ólafur Ragnar Grímsson og George Bush og þessu flett hann bara upp á Google bara svona jafnóðum sko. Hann náði að svara öllu spurningum bara svona ásættanlega hún tókst að bóka símafund sem átti að fara fram 2 dögum síðar og hann gaf upp GSM-númerið sitt og sagði að þetta númer mætti alls ekki spyrjast út en það væri þetta GSM-símanúmer fórseta Íslands What? Svo hérna fyrir CIA að skoða þetta Okay. CIA skoða númerið og kemst að því að þetta er alls ekki fórseti Íslands og hérna og átti sig á því bara að sé að hrekkum að ræða og þeir hafa sambandi löggur á Íslandi sem fer heim til Vívis og fer með henni á lögreglustöð í yfirheyslu Gerðu þetta? Já Já, nákvæmlega og hérna segir að yfirheyslunni hann væri í raun ekkert skammaður hvorki í yfirheyslunni heima fyrir og hérna það hefðu allir gaman að þessu nema greinilega bandaríkjamenn Já, húmúslausu svín maður Já, og svo þegar hann spurði hvað hann ætlaði að spjalla við Bush ef þetta hefði heppnast eða Bush hefði hringt í hann og ætlaði bara að ræða lífið og tilveruna yfir góðum hambúrgara bjóða hann til Íslands bara í hambúrgara og ræða lífið og tilveruna Já, sveittan sjoppuborgara Já, hversu öflugt djók er þetta? Þetta er þetta mjög góð Bara fokkar í CIA Nei, í Bandaríkjunum þá ertu bara hérna, protocol, bla 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 þú farin í fangelsi Hann er örugglega komin á einhvern lista hjá CIA núna og er það ennþá No fly list, bara beint í Guantanamo ef hann kemur hérna En hérna á Íslandili Góður Já, nákvæmlega Meira sem lögga sem tókar löggunar Kottin á stöð, við verðum að gera það Já, góður Já, löggunar voru angriðs bara Funny stuff Don't do it again Já, nákvæmlega Sko, hrekkir, þetta er eitt af það skemmtilegt sem að hægt er að gera Já Það er að hrekki einhver Og veist, ég elska að bregða Ég elska að hrekja þannig Já, við vitum það vel Láta eitthvað annan bregða Já Þú elskar að láta öðru líða illa, segð þetta bara Þú er bara að pynta fólk Já, ég elska það sko. Bara heima í Guantanamo Mér finnst það er ekkert, veist, ég einhvern veginn tók eftir því ég var úlingur Mamma var upp í sófa, veist, ein heima veist, myrkur, vetur og svona og í bakarinn risastóri gluggar og ég kem bakdyrum megin
hún er að horfa á spennumynd eða eitthvað Þú og gluggan bara og ég bara, veist, á gluggan með báðar hendur fjastringin mamma, ég alveg hleypti mér inn með Ég held að sérlega ekki sérstaklega erfitt að bregða með þinni sko. eftir þetta var ég bara þetta er lífið sko. Ég elska að láta hlæja mér núna er ég að fá þetta í baki Fyndin saga, það einmitt akkurat svona dó amma mín what? Henni brá Funny story ok, ég var bara oh my god Nei en takk, veist sko, maður er hérna, ef ég myndi einhvern tíma vera hérna raðmorgi þá myndi ég sko gera þetta á elliheimili Þannig að þú ert ekki búin að útiloka og segir ef ég myndi einhvern tíma verða Já. Það er ekki útiloka sko, á elliheimili Þegar að ég verður sko, á elliheimili þá myndi ég alltaf leik Góð daginn og sé bara, fekkur hjartafall Þú myndir og sé svona fara tilbaka alveg og sé vera svona þykjast vera með hérna dementia ég veit ekki hvað gerir alltaf að velja þú veist bara þessi með hotnherbyggja hann er með 2 glugga hér og hér Þú myndir bregða sjálfur svo mikið með eitthvað svona og sko, drepa sjálfur sko. það hefur komið fyrir hjá mér sko, að ég var upp í vinnu klukkan 6 morgunin og veist, myrkur og eitthvað svona og ég var eitthvað að hefta lít svona til hliðar mér fannst að vera skór hliðin á mér Fljótandi eða? Nei, bara veist, á gólfinu, ég held að einhver stóði hliðin á mér mér brá svo mikið, ég hoppa og veist, hendu öllu frá mér nei, leðubútur svo ég var að bræða sjálfur mér ég var bara, oh my god Það er gott að þig en þetta er, ég elska ég náttúrulega hef verið að bræða ykkur tveim ógeðslega mikið Birkir kemur reglulega upp í vinnutímin og vinnufélagar mínir eru allir inn á nýtt Já, ok Þannig að ég komur inn á niður, kemur það niður Já, kemur niður Svo bara mismyndi hvað að félur sér og allir vinnufélagar mínir bara við skulum að gera myndband ég er búin að taka þetta mjög mikið upp gegnum árin Já, Birkir er búin að vera en veist, mér finnst mjög góður rekkur það sem hérna Daði og Þórun voru í hrekkjustríð í gamla daga sko. Já, konaðinn ég veit ekki hvernig þetta byrjaði en veist, Ég manna ekki eins og sjálfur hvernig það byrjaði en ég og konaðinn vorum bara forces to reckon with veist, það var eitthvað glimmer Sprengja glimmersprengja og síðan var allir Þórun komin sko. Ég sendi glimmersprengja hindi þeirra nice. Þórun var búin að prenta út eitthvað hérna Birkir heldur að glimmersprengja væri hérna miltisbrandur fyrir ekki Já, okay. Það var reyndar miltisbrandur í gangi sko. og ég alveg heyrði svona ég bara, neða, ekki opna þetta maður ekki sjens maður Já, og konan gerir hvað sem þeirra hún prentar út einhverja mynd af Daða veist eitthvað, enga bílstæði myndin af Daða ógislega fullur eða kjól eða eitthvað Já, ég var partíi bara og byrja, veist hérna heima hjá honum að merkja öll stæðin Hún merkti öll stæðin ég man eftir þessu Djúpt var þetta að fyndi Hún stoppaði ekki þar, hún geraði líka á ljósastörna niður göttuna Oh my god Það var bara eins og ég verið týndur Það var ógeðslega gott af henni Þetta er kona mín sko Já, og herru, ekki gleyma því að einhvern veginn þegar ég var nýri vinnu og var ekki í húsi ég fór út á vinnubíl og þá kom hún og vinkona og fengu vinnufélaga mína til að vinnufélaga mína er the worst fengu þá til að hjálpa sér við að stapla brettastæðum í kringu bíli minn þannig að ég komst ekki neitt þegar ég var að fara heim Þú þurftir að gera physical labor hann í smástund basically, sko, ég sótti bara lyftarann þetta var pyrrandi, sko Eitt skipti þegar þið voru að reyna að gera hérna, veist, eitthvað, rekka mig að þið voru með hérna raksápu allur bílinn út í raksápu og sem closet pappir yfir hann allan mjög fyndið að finna við það mér var drullið saman sko. ekki gleyma þið ég keyrði bara og keyrði heim til Þórunarsu og foreldrar Þórunarsu og veist, Þórunarsu voru bara hvað er þetta að gera með bílinn hérna fyrir utan ég ekki we're ashamed ég nenni ekki að þrývita og ég var með þetta í viku bara svona ógeðslegur bílinn samt ekki gleyma því að þegar ég ákvað að hrekja þig þegar ég á mig fullt af svona frauðshiti ég var með svona 1.000.000 litla frauðbúta sem að koma í sendingum niður í vinnu með verkfærum og öðru og ég safnaði þessu í sko nokkra svarta ruslapoka í dágóðan tíma ég man ekki einu sinni eftir þessu bjóst upp í Kópavogi þá og ég hérna einhvern tíma að því ég veit að Birkir læsti aldrei runóbílunum sem hann átti hann læsti honum aldrei Ég veist að maður læsi bílunum sem hann á í dag nákvæmlega jú, ég gerði það Ekki stela bílum að spyrja þannig að Birkir var einhvern tíma heima
og ég vissi að hann væri bara inni og sjónvarpið eitthvað þannig að ég fór heim til þeirra með nokkra ruslapoka á svona litlu frauðsiti og ég sturtaði sinni í bílinn og fyllti sætin og allt þetta hann var bara það fullur að hann bara upp á magasvæði á öllum þetta var ekki fyndið sætunum, jú svo hringdi ég Birki þetta var bara alls ekki fyndið en málið var, Birki vissi að ég var leiðin til sín ég hringdi svo í hann, herru fuck, sprakk dekkina hjá mér getur þú komið og sótt mig þannig í sjoppu ég bara rétti á sjoppunni, ég labbaði bara á sjoppunni góður hjálpsamur eins og alltaf já. Svo fer hann út í bíl og ég náttúrulega búin að leggja hann á bílastæðinu við hliðina á ég svo góður að bara koma að hjálpa svo opnar hann bílinn og þetta hrinur út og ég náttúrulega tapa mér og hann bara what the fuck það var ógeðslega fyndið síðan tók ég þetta ekki burt ég tók þetta ekki burt heldur ég bara mókaði þessu í aftursettinn já, ég enda aldrei að taka þetta Jesus Christ síðan líka you caused global warming þið voru líka einhvern tímann að rekja mig þegar ég var eitthvað í bíó eða eitthvað og þið vissu að ég glemdi alltaf lyklunum inn í bílnum í skrágatinu og það er bara mest unresponsible man ever já, og það fyrir eftir í hvaða bíl voru að tala um því að einhverju bílar sem við áttum báðir í sig hvað tíman var að nota teskeið til að starta honum og það fyrir að ég skildi hann bara eftir það er enginn að fara að stela þessari drusli hérna fór í bíó, kom út ég leið það er búið að stela bílnum sér hringdu þið hvar ertu? Ég gæli, hvar fucking bíllinn? Við vitum það ekki Ég man líka eitt viðbót ég man líka þegar þú varst á Akureyri þú varst með einhverju fólki á Akureyri þú varst á djamminu við vorum búin að ræða þennan áður já, við rætt hann áður þú varst í einhverju partí einhver staðar og við vorum bara, herru ringjum við Birki og segðum við sem á Akureyri ok, við ringjum í þig bara, herru, við erum með hann á Ólís bílaplanið eða eitthvað líka þegar ringið ég var svo blekaður þú varst blindfullur þetta var líka bara 2 nóttu eða eitthvað nei, þetta var 7 morgun ég var á leiðinni heim við dölur rúndinum með þér og svo leiðinni heim það sem þú varst að gista á Akureyri já, okay. ég ekki alveg var það 7? já, ég kem inn og það var eitthvað bara hvar varstu? ég á jamminu sérlega, býta þess strákarnir að ringja alveg, við erum inn á Ólís ég alveg er að leiðinni já, þú komst hlaupandi á Ólís á Akureyri og sem týndist ég þá voru við í Reykjavík og ég þurfti bara að halda áfram að jamminu í 2 daga viðbjóð já, fínt maður herru, það kom en hálftíma ekki sólringar strákar, það kom en hálftíma við erum ekki byrjar að ræða umræðið þáttanins þannig séð jó, svona óbeitt, þetta var gott já, við erum að segja ekki sem við gert eitthvað svona lítilvægilega áttu þú enga tröstur? enga svona persónulega hrekki á þig eða frá þér? jú, ég átti í stríði við eitt gröfumann í Noregi Noregi? ok hvað varst? ég bjón alltaf í Noregi já, hvað gerður við hann? hann byrjaði því að við sátum í kaffiskúrnum og vorum að reyna að borða kaffi getur þú sagt þetta borða kaffi? Ég sagði þetta norsk nei við varum að spísa í kaffi nei og Juttebra nei það er svenska nei hei då okay. hei allt í hennu var bara svo þvílíkur djöfisins háaði fyrir utan hjá okkur bara háaðin stoppaði ekki og hann bara hélt áfram alltaf þetta helviti skröfuljóð svo bara fuck it, nei, nú er kaffi nú bara verði ég að þakka nýri mannum og svo kíkti ég út og þar var hann með glottandi framan í mig og keyrandi bara þú veist, meter fram og tilbaka á 40 tonna beltagröfunni sinni upp við hliðin á kaffiskúrnum og þröst að fá bara heindra svo svafið á konuna close Eva, þetta er fyrir hrekkin sko. so okay if it's a prank og þar byrjaði þetta langa hrekkjustríð okkar með mín og hans og svo þú veist, ég stal bílum hans eitthvað tíman og lagði honum eitthvað starf allt annar staðar og svo tók ég bílinn svo tók hann 3 tonna steina og settist alveg upp við vinnubílum minn sikkurum megin gæst ekki fært á bara með höndunum nei, það var svolítið rétt þannig að ég plastaði bílinn hans með cellofánplasti
einhver 8 umferðir eitthvað svoleiðis. Hann var klukkutíma náði af, það var mjög gaman Ég var bara með dúkanif Komið Þetta er gröðumar, þeir eru ekki með dúkanífa Nei, hann er ekki með dúkaníf Ég var með dúkaníf Má ég fá lána dúkaníf? Nei Ekki séns Hvernig segir þetta sænsku? Íta sheta Nei, norsku Vá, hvað góður í norrænu tungumáli Það ekki, íta sheta Þessi verið Italian Ég er enska í þessu Nailed it Vaffa Napoli Íta sheta En ég held ég hafi toppað þetta þegar ég tók hérna kýmverabelti og hérna, eitt félag minn var að spjalla við hann fyrir framan hann, þeir voru að spjalla á fullu og ég fór fyrir aftan hann og húkkaði kýmverabelti í hérna með játþræði út af því við vorum alltaf að binda játn og eitthvað, þannig að ég batt utan kýmverabeltið og hengdi í skóin hans og kveikti í og hann hljóp og bara það er þetta drullu gott sko. Dance for me monkey, dance Svona held þetta áfram með okkur skipti sko. Það var mjög gaman Mjög gaman þessu Davíð, hvað sagði ChatGPT Rekki? Ég hérna Svo latur maður Nei, ég er svona ángríns Nú fór ég að googla með ChatGPT Já. Nei, ég fór actually bara að googla sko ég ákvað að taka það vinkil á þetta að fara í svona þess að fávita sem eru svona að pranka já ekki fyndið, þú ert bara fucking hálfviti Það er rosa mikið af þeim að núti Ég veit það og ég fucking þólið ekki og ég myndist að magna þessi að fá milljónir af views á eitthvað svona media sem eitthvað kemur og hleypur eitthvað fólki á veitingastað og hendir matadeknum í gólfi og hleypur svo í burtu what the fuck En hérna Er það ekki fyndið það? Nei Sko, nei, það er ekki fyndið En já, það sem að ég er mjög einfaldur á Google þannig ég ákvaða að googla bara asshole pranks Nice Asshole pranks Það fyrsta sem kom upp Pornhub Já, Næstum því go to prank Sjálfi Búp Nei Nei, það fyrsta sem ég fekk upp er eitthvað sem heitir Kanjó Birkir sveltist Birkir að drögn og kampaðin Kanjó Hann fekk upp í nefi Og hvað er Kanjó? Ég skal bara lesa Ef ég myndi fá fyrst upp Kanjó, ég var bara next Men Davíð er bara Hvað er það? Ég skal bara lesa nákvæmlega það sem stóð á Google No Kanjó is a prank performed by clasping the hands together in the shape of a finger gun and poking an unsuspecting victim's anus Asshole prank sem sagt Viltu gjöra svo vel, Birkir? Shit Nei, byrju, ok, ekki að hætta Hættu að pota í Ok, hættu Ok, we're making a show Ég bara fljótur að taka þetta Já, sem sagt Often while exclaiming eða sem bara öskra Kanjó It is a common prank in East Asia, countries such as Japan. In Korea, it is called Tongching Today Junior and in China, eitthvað sem ég ætla ekki einu svona að reyna að segja og já, the word kanjó is a slang adoption of the Japanese word for enema sem sagt stólpípa Þetta er það fyrsta sem að koma upp þegar ég googlaði asshole pranks Þannig að ef við gerum hann að djókina í Íslandi þá segjum við alltaf stólpípa Stólpípa Bortu tveir putum í rassin og segja stólpípa Nákvæmlega Vá Þannig að þetta var það fyrsta sem að koma upp hjá mér Shit. En já Hafið þið séð svona prankið það sem svona vinir eru svona allir að sitja saman Davíð, sestu og síðan er loftpúði svona sprengdur og stýrun á okkur bíl Já, that kills you Hversu pirraður myndi maður vera? Ég er frekar pirraður Þetta er svo sásökafullt Já, ég er 3 hryggbrotinn og mjög pirraður Ég myndi mér svona mink 3 centimetra Já, þú mátt ekki við því maður
Hvað leiðileg Sorry Hvað leiðileg Next Sér hvað leiðilegur Ég er hávaxinn smámaður sko Já, Þú veist það Það er rétt Þú nærð alla leiðina niður Þú hávaksin dörgur meina Nei, smámaður Ó, fyrir ekki smá Þetta með eitthvað sniðið annað Davíð? Little person Já, Það er alveg bara I'm over Move along. it I'm over it muniði eftir Þetta var eitthvað svona trend að koma svona trend í hrekkjum Muniði eftir þegar það var ókvæmlega að fyndi að koma svona menn í svona síðum hvítum kuplum Já með bakpoka Já, og kasta bakpokunum og hlaupa kasta bakpokan í hópa fólki og hlaupa svo í burti Já Þetta var trend sko Það var mjög gott sko. Þetta var bara sjúklega vilsa Ég var svona, þú sagði að vera í hvítum köplum og var í bíð þegar þú myndi segja að vera með hvítan hatt langan pointi Já, nei, það er annar tæk Það er annað Já, nei Það er annar hrekkur Nei, það er ekki rekkur Jú, Tæknilega er það hrekkur þeir henda logandi krossum og hlaupa Já, einmitt Já Nei, en hérna, ég veit, þú veist, mér finnst það pínu fyndi að þú veist, að nýta sér Sakleysi fólks já og hryðjuverk til þess að búa til brandara mér finnst það bara, já, alla lágð Þetta er svona asshole joke Já. Nei, þetta er svo í anda Davís Chaos I love chaos mér finnst þetta alveg ekki asshole joke þarna, þú veist, þarna er engin skaði skiður skilur, þetta er bara, þetta sýnir svo mikið stereotypuna álitið sem fólk hefur sko. Þetta minnir mig samt á TikTok-vídeó sem ég horfði á í morgun Okay. að það er tveir gaurar, það er eitt sem stendur fyrir aftan einhverja stelpur sem er að labba og svo annar sem kemur á móti og hann segir Nice eitthvað, melons. wow, that's some nice Já. melons og það gæði fyrir aftan stelpunar með melonur og það er alltaf bara, what the fuck og svo sjáðu þetta degi og hlátri mér það gott jók Já. Mér finnst það rosa gott Það er þetta svo mjög líka, fyndið svo líka sko. var hérna wow, that's a nice rack þá gæði mér svona fata hengi á hjólum those are some nice hooters Já. alveg tvær uglur. En alltaf hrekkir geta farið sko virkilega veist, já. hérna, yfir strikið sko, til dæmis í Spáni ég reyndir ekki með þetta sko, skrifa en á Spáni þá var einhvers hrekkjaþáttur og þá dettur niður veist, kona sem er hengt þegar fólk er í stof veist, að labba sem sagt í sko, einhverjum kjallara eða eitthvað wow. veist, pör eða eitthvað svona sko, sem bara svona dúf, og veist, hún er hengd og bara er að svona titra sko, og fólki náttúrulega bara fríkar út og hleypur í burtu sko. Og síðan er náttúrulega veist, allt krúið joke lol wow. en þetta var alveg sko, þetta var kært út af því að fólk var með trauma eðlilega en veist, þetta er sama til þess eins og með hérna trúðana sem komu já, ég er með það, já ertu með það? Já, Já, þú veist, ég er ekkert með eitthvað djúft skilur en já, bara þetta trend skilur Muni eftir trúðunum sem hérna voru með hérna kilfur og smölluðu sko haustnum veist, eitthvað, svona einhverju blöðrur eitthvað shit. og svona, veist, blóðu svona fossaðu út í einhverjum sko bílakjöllurum bílakjöllurum og þetta er mjög steikt og sér hlaupa eftir fólki margarlegum, þetta er traumatizing 100% sko en fullkomlega veist, talandi traumatizing, það er eitt frægasta svona prank-vídeó á YouTube það var einhverju gaurar sem tók besta vin sinn og veist, svona rændunum og síðan var gaurin sem besti vinur hans var skotin fyrir framan hann já og hann var hágrátandi ógeðslega brutal shit og veist, reyndar var hérna stöðunas bara veist, ég meina, lokuð eftir þetta allir sem gera svona grín það er bara, þú veist, vídeoði dæmið í síðblindan, bara í fangils með þig get away from people ef ég var eitthvað bara, skulum við hérna pranka Daða drepið mig já, gerum þetta ógeðslega raunverulega og brandum ekki eitthvað skandalt fyrir því að ég myndi hugsa Þórun er á lausu talandi Jessica Alba er á lausu já, frá því í gær kjaft splæsum ég miðað fyrir Birki og hún er skilin þetta, Birkir er að fara á Instagram að senda henni skilabóð hann er í þetta var bara í gæri var það hann er í ekki síma ég mistaði þessu ég ætla að hringja konuna mína Cass Warren out já á ég ekki að segja upp Þórni þetta er einu sensin sem þú færð
Ok, ég ætla að senda skilabóð. En Davíð, tjekka. Við getum ekki verið lengur saman. Jessica Alba á lausu. En Davíð. Og síðan fuck you merki. Já, ég að selja Fuck you merki. Ég að selja bílinn og flytja til Hollywood. En Davíð, tjekkar eitthvað á Jack Doherty. Nei, ég glemdi því Það er lítill skítæll Já á YouTube sem að, hann var frægur fyrir það að læðast á bakvið í Walmart og eitthvað sitt, slökka ljósin í allir búðinni og náði eitthvað svona athygli þannig með einhverju YouTube-prekkjum. Það er sem bara fela sig fram yfir lokunutíma. Já, nei ekki eins og lokunutíma, hann bara læddist á bakvið og var bara eitthvað að gera eitthvað svona sitt og hann svona fekk smá svona vibe sko, þú veist, fólk var svona semi-gaman að þessu, svo breytist það bara í að vera fáiði sko. Hann réði eitthvað lífur sem var sko 2 metrar á hæð og 2 metrar á breidd sko. Já, akkurat, ég sá það svo lappar hann bara malls og er bara að bugga fólk og þegar fólk ætlar að gera eitthvað tilbaka þá stígur lífurinn inn á milli maður bara svona, come on Veist, maður ætti að henda svona pening í lífurinn you're mine og síðan lemjan. Já, nákvæmlega, þetta er algjört gerpi En munið eftir hrekknum sem við gerðum kúkarhrekknum og Sigga T. Það var gott stöf. Við gerðum sem sagt svona double hrekk sem sagt ég og Daði ég sagði Daða Þetta er eina skipti sem við höfum actually náð að plana eitthvað og implementa það annars að það fari úrskeiðis Ég segi við Daða herri, farðu með Nutella í klósettpapir inn á klósett og þú ferð að kúka inn í gæsalappa og síðan tökum við hérna við nokkar Sigga T hérna og ég segi, herri, við skulum vera með kamerunar og opna inn með hennar að kúka og gísla fyndi Já, ráðast inn á Daða hennar að kúka Já, hann alveg, ok, geð þetta síðan fyrir Daði eitthvað bara, ég ætla aðeins að skýta hérna við eitthvað, ok, ekkert mál herri, þér eftir svona, 3 mínútur var hérna, hann bara, ok, gerum þetta ég bara, já, ekkert mál, ég er með kamerun hérna og sem byrja hann að opna og Daði fer út bara og klínir í andlita á Siggi T brýst inn og ég stend svona upp á klóstinu og slengi svona klósettpappi með Nutella í smettið á honum og eitthvað, svipurinn á honum Hann fröys Já, allir í kring við hlófum svo mikið og þetta er árið 2001 sko Já, nei, þetta er 2003-2004 eða eitthvað þú veist, ég ákveði nálægt og hann fröys hann stóð bara Gaur, hann var bara, Gaur, er þetta saur? Já, hann sagði á vídeo, við hefum það á vídeo Gaur, er þetta saur? Þetta er gæðvegt Það var ógeðslega fyndið, sko Svona hrekkir, ég sakna svona Sko, ég fór fyrir þáttina fór ég aðeins yfir hérna þætti sem að ég hafði ógeðslega gaman að finna í gamla daga Punk'd með Aston Kutcher Aston Kutcher og sko, þú veist við hefum ekki að vera að grína honum hann er búin að vera Demi Moore og Mila Kunis þannig að við getum ekki respect og PDD Probably allavega, ég fór yfir svona vinsæl burns hjá honum í Punk'd og þið veitir hvað Zach Braff er Scrubs-skurinn leggur í Scrubs og hefur framleitt einmyndir og eitthvað svona sitt sko ræðilegar allavega hann og Donald Faison legg með hann í Scrubs svartigurinn hann er svartur hann er svartur brúnugurinn hann legg líka í Clueless það er rétt Hörru, þeir voru saman á rúndinum einhvern mann og Donald Faison var in on it með Aston Kutcher og hann bara, stoppaði það næstu bennstöðum að ég verða að fá hvað að drekka ekkert mál, stoppa þar svo það farið inn, það var eitthvað svona hópra krökkum fyrir utan bara, hann er að kaupa áfengi fyrir okkur að þeir Bandaríkjunum er ekki frelsi og það er áfengi selt á bensinstöðum Já, en bara yfir 20 ára bara yfir 20 ára, krakkandi voru ekki 20 ára en þau voru alveg við leikarna bara, hann er að kaupa fyrir okkur áfengi þeir bara, nei þeir lappa inn maður og svo koma Zach Braff og Donald Faison aftur út og Zach Braff náttúrulega hann í þessu sko og þá eru krakkandir að spreyja bílinn hans hann náttúrulega alveg trublast brjálaður hann ekki inn á nýtt Zach Braff? Nei, hann var verið að hrekkja Zach Braff sko. Hann að Zach Braff trillist maður og fyrir að öskra á einhvern krakkan sem hann neita að kaupa áfengi fyrir og er að spreyja bílinn hans og svo bara, þú veist, svo hittnar það rosalega hratt sko og það enda bara þannig að Aston Kutcher bara,
sendum hérna gæðin sem á öryggisverðin inn núna og gæðin sem leikur öryggisverðin, hann fer inn bara hey, wow, hvað að gerast þetta, ég öryggisverðin á svæðinu sagt bara, já, þetta standa í geðut vel að passa bíla hérna á bílastæðinu auðmikið og bara ógeðslega rude sko, brjála búið að spreyja bílina svo eitthvað og svo hann bara svona sko, hann bara svona millisekundur frá að ráðast að krakkan sem var sko 14 ára bara eitthvað leikari sko þá hoppar Aston Kutcher inn þá fattar hann fucking Aston Kutcher og horfir á Donald Faison vinsinn fuck you maður og byrju, hann ræðst á Donald Faison bara hann lemur hann ekki, hann bara stekkur hann og tekur hann taggi og hann segir við hann orðrétt I can't believe I almost beat up a 5-year-old on national television þetta var alltaf bara spreyð sem að þrýfa að bílunum skilur bara kortir setna saklist þetta var óstaklega góð tjókur sko þetta minnum á hérna Jackass lovely sko, þegar þeir voru fyndnir Brad Pitt þeir rændu Brad Pitt já. What? Brad Pitt stóð í biðröð í einhverju bíóhúsi og hann var að köpa miða í pilsustað nei, hann var að köpa miða á bíósýningu ég er búin að horfa svo mikið með þeim en ég er ekki búin að sjá nei, þetta var heldur ekki þætti eða bíómynd þetta er þáttur sko þetta var í þáttunum en ekki bíómyndunum byrja sem sagt þannig, Brad Pitt greinilega elskar Jackass hann talar við hérna Knoxville og biður að fá að vera með í einhvern þætti og þeir útbúa sem sagt þennan sketch það sem að Brad Pitt þegar bara, þau veist hvort þið var í Los Angeles eða New York eða eitthvað og hérna, það vita allir hverju Brad Pitt hann fer bara stendur eitthvað í röð, fullt af fólki kringum hann og allir bara eitthvað Það að koma með á bíósýningu ok, Brad Pitt, geðvægt eitthvað og þú veist, engin eitthvað brjálast geðvægt og svo allir kemur eitthvað svona svartur van og hérna stoppar og það eitthvað byrjar að öskra bara hey, you Brad Pitt og eitthvað, hann, já, hey eitthvað, svo stökkar bara allir út einhverju 3 gæjar í búning og ræna honum og grípa hann og hann er í alvöruna fighting for his life sem var sko, þetta var sko Johnny Knoxville, Bam og Steve sem gerði þetta já. og þeir voru í búningum og gripa hann og Brad Pitt leki þetta fullkomlega bara hann barðist og barðist sko. bara barðist á móti þeir náðu hann í bílinn lokuðu rennihurðinni brunuði burtu og allir hringdu á og svo bara allir sem voru í röðinu voru bara í símanu bara 911 bara, I am not joking Brad Pitt got kidnapped nákvæmlega, ógeðslega gott sko. við ætlum, við vorum með sko en þeir voru búinir að láta lögregluna vita taka ekki mark á þessu þeir voru ekki skotnir þeir hringdu í löggun og sagði bara herru, eftir nokkra mínútur fáðu síntalum að Brad Pitt er að rent þetta er bara sjónvarpsakefni hunsið þetta við vorum með ég var með hugmynd þarna, veistu, við vorum að taka upp á sínum tíma að vera með lík í skottinu varst eftir því að vera með lík í skottinu helviti kallt dæmi sko já, og hérna síðan stoppa vera með skottið ekki lokað leiður stoppar rauðu ljósi opnast það og síðan hleypur út gerir svona og lokar við bílinn næsta það hefði verið svo vont það hefði verið geggjað það hefði svo fljóttur í handteknir it's never too late þetta væri svo fucking fyndið sko mjög fyndið herru, voruð búin að heyra þegar Kanye West var í hérna punkt nei það var fucking fyndið sko ég man eftir þessu málið var að Kanye hann var að taka upp tónlistamindband og hann var svona rétt fyrir utan hvað er þetta, veipa? Nei mátti ekki veipa inni allavega, Kanye West var að taka upp tónlistamindband og hérna já, hörru svo var lögreglumaður sem var á vegum punkt hætti að veipa inni við erum ekkert að því maður ég er að horfa á ykkur það kemur reykur Birkir er ekki að hugsa svona mikið þannig að hann að veipa hérna sko. allavega bara heitir minni allavega herru, Kanye var að taka tónlistamindband svo kemur lögreglumaður og segir bara herru, það vantar hérna ákveðin leyfi og ég verð að fá að gera upptökurnar bara upptakar, ég verð að taka upptökurnar hann bara, við erum bara að hafa leyfi nei, það vantar þetta hérna það vantar þetta stóra leyfi þú veist, það sagði eitthvað bla 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 Kanye bara, nei, bara jú ég er lögreglumaður, ég verð að taka þessu upptökur núna, komdu með þær Kanye hleypur á bílnum sem er að geyma upptökurnar tekur upptökurnar, hleypur í van og sko rennur hurðinni opin, þetta er eins og í bíómynd sko hann lokar ekki eins og rennur hurðinni og hann
sko bíllinn botnar kann ég bara go bara með einhverja þetta voru filmur, þetta var ekki stafrænt sko. Þetta voru filmur, þetta er langt síðan þetta voru filmur sko. Þetta var fyrir hérna Jesus Walks vídeóið og hann brunar að stað Aston Kutcher verður bara hætt að upptökum á punkt basically að hann hleypur á eftir vaninum bara veifandi að því ef kann ég fer þá er þetta bara búið lélega joke og hann er handekinn fyrir ofra nakstur já, svo einhvern veginn nær kann ég átt að sjá því það verið að veifan hérna einhver gæja að veifa sem motherfucker þannig að þetta gæjan taka uppbeigju og sér þá þetta Aston Kutcher alveg trilli sko þetta endaði næstu í mér slagsmálum kann ég var ekki fucking sáttur sko þetta er hann snar fucking geðveikur sko þú getur ekki tekið jókið sko já, hann gata ekki þarna sko ég get alveg tekið jókið Can you be crazy? Can you be crazy, can ef eitthvað getur verið crazy þá er það kann ég þetta var eins og þáttur af Cops getur þið tekið gríni já, yfirleitt sko það fyrir eftir eitthvað sem fyndið ekki eða ekki fyndið, nei já. Eða það fyndið, já ég bara skil ekki okkur að vera fýblast í mér sko þegar þú tekur grínið hans að fatta sko, þegar þú þóttist kýla mig í magan í kringlunni það var fucking fyndið, ræðið það var ekki fyndið jú, það var mjög fyndið, ég ætla að pissa ok, ég ætla að segja sögu story time ok, þetta er sjúkla fyndið sko, þegar Davíð var hérna, við vorum í Stjörnutorginu fullt af fólki Þú ert búin að segja þessu sögu já, veist, fólk í sem er ekki búin podcastinu að já, sem fólk er ekki búin að hlusta okay. og hérna þegar sko Davíð er númer svona 4 eða eitthvað ég vil alltaf að veipa hérna inn á meðan Davíð er ekki hérna já, ég líka hvað er þetta? taka tippamynd taktu tippamynd nei hvernig, ég kann ekki á þetta fucking iPhone svona boom fucking iPhone ok, anyway ég gerði eitthvað við þetta það er sem að þú varst nummer 3 í röðinni og kona fyrir aftur á Stjörnutorgi kona fyrir aftur og ég eitthvað, hvað er það að fæða sérðu ekki, ég er hérna í Subway ég er kildur í magan og þú og rekum við veist, á konuna greið konuna og eitthvað ég misti lappirnar, ég hlóð svo mikið og ég settist fyrir fram að þig og hlóða að þér og þú varst í röðinni og þú varst bara nefnir að drullar í burtu konan svona tók 2 skref til hliðar svona frá vindi og þetta er veist, eitt af því bara skemmtilegast sem ég get og líka sko, ég er náttúrulega verið að fýrbrast í strákunum sko, veist, að leika samkynnaðan mann þegar strákarnir eru veist, þeir eru að höstla, ég er í sambandi og svona og lappi kringlunni smannlundinu eða eitthvað og sem er strákarnir bara shit, séu þess að gellur og einhverju gellur lappa framhjá ég tek í hendina annað hvort Davíð eða Daði eitthvað bara ástin mín við skulum fara hérna inn og stelpunna lappa framhjá þau bara þú leikur þetta grunnsamlega vel samt sko það er að förðulega sko og svo náttúrulega þú þykist líka vera þroska eftir eða eitthvað með konunniðinni líka oft já þegar ég er ræna ég hef ekki gert þetta síðan en þú reyndir þetta í einhverju partíi við mig ég held ég sé búin að segja þetta eitthvað tíma já þegar þú fórst ofan í klófið að mér bara allt í einu já það var ekki allt jú það reyndir allt í einu en þú varst búin að púla þetta við alla í partíinu herru síðan kemur þú eitthvað bara og veist, hendi niður í og teku þetta tóliðaðir já, ég hef aldrei bara verið að hrakja það síðan að inn á ég bara lappa inn á hann og fyrst að ég heyri bara tekur þetta tóliðaðir ég bara byrjaði að koma í kynnsverðu ég ætla að fýblast í Þröst er bara til í kallinn og rífur í tólið að mér hvað var að gerast? Ég var eitthvað þetta var partí heima hjá þér ég var eitthvað að leika veist, eitthvað samkynnaða gaur á ykkur og eitthvað finnst það svo óþægilegt að Þröstu var bara til í kallinn já slekkur ekkert á dýrunni Þrösti nei, ekki séns hérna síðan er hérna einn á YouTube það er einn gaur sko svona frá hérna sorry hann er frá Spáni hann er Amerikani Espanja frá Spáni Amerikani frá Spáni já okay. Espanja Amerika já hvernig ná ég að útskýra það Amerikani á Spáni já þú gerir rétt hann var í Ameríku já hann er samt amerískur hann er þannig útliti let's move on ok, thank you, takk allavega, hann er alltaf hérna
homie og lappar alltaf fram hjá fyrir í, sko, gettói sko. Já, okay. Og, þannig að reyna alltaf að lemja sig og gerir eitthvað svona með, hendurnar eitthvað homie og gaurarnir bara hvað gangsæng maður þetta og allir ráðast á hann, hann bara eitthvað herru, ég bara heyrðalaus hérna eitthvað og síðan sko, hérna hefur hann eitthvað bara do you wanna be capped og gaurarnir bara ráðast á hann þá var hann með eitthvað nammi sem heiti capped eða eitthvað og þetta er svo hættulegt og því ég náttúrulega bara í, hvað var ekki fyrra þegar það var gaur skotin sem var eitthvað með YouTube prank Já, var það hérna maður sjá, ég með og hann var skotin hann í mollinu Tanner Cook Já Fólk hætt að hafa þolmaði fyrir þessu Já, eðlilega Ef þetta ekki fyndi líka Já, nákvæmlega Sko, það maður finna við hann Tanner Cook hann var einmitt að rekja einhvern gaur í einhverju verslunarmiðstöð og hérna gaurinn tekur upp byssu Pointed the other way Já, halda áfram að tala Nei Ég ekki með það Gaurinn tekur upp byssu og skautan gæinn í kritísku ástandi en lifir af og svo segir hann hann lifir af og bara þetta var ömulegt en ég ætla samt að halda þessu áfram hann ætla bara að halda þessu áfram Svo gerði margt annað í pönt ég ætla að loka því sko Zac Efron var sakaður að stela búð Avril Lavigne átti að hafa stórskemmt bíl í bílakjallara Jason Bateman laug að vinur hans að klesta Justin Timberlake eitt frægast Bíddu Jason Bateman laug alveg helling í þættinum að því hann var að reyna að vernda vin sinn Já, alveg En þú veist Jason Bateman var actually að ljúga Já en það er svo mikil vinur sko Já, hann laug eins og Þetta er ekki ljóða fyrir mig Jú, alls sjálf Já, kannski Halle Berry var neitar aðgangur að eigin frumsýningu Seth Green held að hann verið stattur í ólöglegu pókapartí þar sem að sérsveitin reyðast inn glugga Ég hef aldrei segið neitt ég haf prættan á æfinni, þetta var ógæslega fyndið Svo betur hvað þú sagði hver Já, Justin Timberlake Já þeir tóku allar eignirnar hans og hundan hans skatturinn sko ég man eftir þessu Justin Timberlake bara you're taking my dogs Þetta er eitt af frægasta punk-atriði ever ógeðslega fyndið sko Þetta er bara eitt af því besta punk bara í sögunni þeir uppræta bara allar eigunars bílarnir hans eru komnir upp á aðra bíla það er búið að læsa húsuna sem má ekki fara inn svo segir yeah, we took your dogs you took my dogs þetta er svo sjúklega gott sko Það hefði verið geðveikt ef við hefum náð hérna símarhekk Ég held samt að við þurfum bara að loka þættinum, er það ekki? Herru, við skulum loka þættinum ég er með tvennt sko Ég er með smá leik Er þú með leik? Tökum leikinn og Nei, Davík er með hann svo þar ég að loka þessu Ég er með alveg hérna Ok Og ég að taka leik Skellti leik Vorum við að tala símarhekkin með geimverurnar eða? Já, við tölum með hans hérna Ok Símarhekkin, Þetta við með símarhekku geimverur og Þegar við erum rætt á geimverum Það var ógeðslega fyndið Ok Við erum að taka bara þátt 2 Það er bara heilt þáttur það sko Já, ok, já Herði, ok, ég ákvaði hérna Sko Hafið þið heyrt Friends? Já, gott með þetta, byrja bara Ok Easy, þetta eru nokkrar spurningar Friends og byrjum á easy level Snöggur Ok, ég vann What is the name of Ross's second wife? Second wife, Emily Emily, já Það er Emily Ég vann Birgir, ég Hvað heitir Joey's stuffed penguin? Hugsy, Pingu, Waddles eða Snuggles? Hann heitir Hugsy Já, Hugsy Allir, ok Allir ekki bara fyrst Við erum búin að horfa á þetta alltaf sko Já, þetta er bara easy, sko Býða þess Hvað er millinafni hans Chandlers? Muriel, Francis, Bing eða Morris? Muriel Fyrst er á bara að vinna, hvað er þetta? Ok What does Rachel's boss steal from her office? Hvað stelur hann frá skrifstofun hennar? Hvað segirðu? Hvað stelur yfirmaðurinn hennar Rachel úr skrifstofun hennar? Sannleika, stóll Baby name bók Thanksgiving Ross Nei, yfirmannina Boss Af Ross Rachel's Þú ert að lengja þáttinn í búið Rachel's boss Já Hvað stelur hann hús skrifstofunni? Samloku, stóll, barnanefna bók og eða Thanksgiving trifle Thanksgiving trifle Samloku
Prideful. Allir rámt, stóll. Bullshit. Cheer. What is the name... Hvað það margar spurningar? Nokkrar. What is the name of Phoebe's most famous song? Smelly cat. Ok, ég þurfti ekki að lesa Smelly þetta. cat. Ég átti vona því. Ég var líka hann. Ok, milli erfitt. What does Ross say is his favorite kind of sandwich? Turkey with stuffing, Turkey. meatball sub, Thanksgiving leftovers with the moist maker, eða tuna melt. Moist maker. Já, það er rétt. Which friend was briefly married to a Las Vegas showgirl? Chandler, Joey, Ross, none of them. None of them. Sama. Nei, ég veit það. Las Vegas showgirl. Ross. Nei. Jú, ég veit ekki. Don't care. Það er bara með sáhugan. Það var Ross. Ég sagði það. What was Monica's nickname when she was in high school? Big Red, Fat Monica, Harmonica, Chief Wannabe. Harmonica. Fat Monica. Harmonica. Big Red. Oh. Hard level. What was the name of the neighbor who left all his possessions to Monica and Rachel? Mr. Heckles, Mr. Heckles. Treacle, Mr. Geller og Mr. Waltham. Echoes. Heckles, það er rétt. Sem kom allt í hennu í loka endurgerða þáttinn. Nobody cares. Akkurat. In the pilot episode, what does Monica cook to impress her date, Paul the wine guy? Lasagna, mac and cheese, chicken parmesan or stir fry? Chicken parm. Mac and cheese. Nei, Wine. stir fry, það var alltaf já þetta var gekk, þið voru að íta alltaf mikið eftir mér, ég náði ekkert að halda undir stíin en bara allir vinna en Gekki spurningi Vel gert við. þú varst að íta svo mikið eftir mér Ég sagði ekki neitt. já, bara mér er alveg sama Þetta var betri leikur heldur en Birkir hérna í leikja þáttinum. já, en sko, ok ég var með 2 bónusspurningar Ok. ef þetta skildi endi í einhverju svona Sinna endler bong. nei, ekki Friends tengt ég reynda glemdi að skrifa svarið við öðru þeirra þannig ég man það ekki alveg en ok, sjáum hvert að þið munið það Ok. í hvaða þætti af Búblur og bjór var Birkir að tala um það hvað það er hollt að opna sig og tala um tilfinningar sínar Það var Kynlíf. Nei, þetta var í júli. Já, akkurat. Ég man ekki eins og hvað ég hét þá, sko. þú kliftir þetta og þú skrifaðir bókstaflega ég tók þetta bara úr því sem þú skrifaðir um þátti Ég man ekki hvað ég gerði, maður. Þetta er fyrir hálfu ári. Cirka, 5 þetta er alveg svolítið langt síðan Já, Birkir var. en ok, síðasta bónusspurning hvað var fyrsti þátturinn sem herpesbróður voru með? Það er ammælistættinu mínum. Herpes. Hvaða þáttur var það? Herpes. Við vorum ekki að tala um herpes Nei, Ég veit það ekki. trúmál. Trúmál, rétt Ég veit það ekki. Thank you, ég vann. Ok, Birkir var bara fínt. yey En strákar, að öðru, að því að nú er 2024 lokast Aftur. og mér langaði að skoða áramótaheit. Já. Aftur. Ég hafði sambandi konunar ykkar. Nei. Látt ekki svona. Þess vegna var ég svona pyrraður á það, sko. Þannig að Óskarinn, ég þarf að skila honum. Þú ert að Ég var genuinely pyrraður. Hafðirðu samband virkilega? Ég hafði sambandi konunar ykkar. Þú varst þú varst ekki Ég var ekki að leika, ég var ekki pyrraður. Þú varst pyrrað og þegar ég var bara ekki séns. En ég hafði sambandi konunar ykkar. En það finna við það. Já, Hugmyndi mín Davíð Horfinn, sko. Hugmyndi mín Þórun sagði mér ekki neitt Nei. frá þessu. Nei, allt í lagi. Ég kom aftan að þér aftur. Slow minds think alike, greinilega Greinilega. Takk fyrir það, herra GTP. Herðu, hver vil byrja? Ég skal byrja. Birkir ætlar að byrja. Ok, þetta er sett áramótaheit sem að konunar ykkar fannst þið getur sett ykkur sjálfum. Já. Þið er tilbúinir? Við þurfum að taka þetta á kassan, sko. Þið þurfa að taka þetta kassan. Ég spurði konuna mína líka. Ég fekk líka lestu frá konunni minni, sko. Okay. Þannig að þetta er fair. Þetta er ekki, ég er ekki að búlja neitt. Á ég að segja það sem ég ætla að segja það sem konurnar Ekki vera að búa til þetta aftur Hvað ætlar að giska á það? Nei, nei, ok Ég skil ekki. Alltaf fram. Það sem ég ætla að segja áðan ykkur, það sem konurnar hefðu sagt. Nú varstu búin að skálda eitthvað? Já. Ég var búin að skálda Akkur kosti ekki með það? komdu Út af með því það að þú varst að rifa kjaft.
Ég ætlaði að koma með sko alveg bara, veist, 2 á mann sko. Ok, kottu með það Komdu með það fyrst. Þú byrjar, kottu með það, hvað konaði með þig? Sjáum hvað satt. Sko, kona mín hefur örugglega sagt að ég ætti að læra á tölvu að bóka eitthvað alveg 100%. Bóka eitthvað? Já, á bóka netinu eitthvað, gera já. eitthvað sjálfur Ok. og taka fötin af gólunni hjá mér sko. Þetta tvend, Já, wrong hvað sagði hann? You are so wrong Og sér skal ég Já, svo segir þetta, ok Herru, kona Spyrkis, Já, hún Þórun Hún segir að þú sitt með þráhyggju fyrir að safna pulsibrifum í bílinn hjá þér Er það rétt? Og hún, Já. að því að þú segist alltaf að vera með svona clean feeding sko, þú veist alltaf svo að ég er alltaf bara sushi eitthvað svona holt sko já Ertu að safna pulsibrifum í bílinn þinn? Já, Hvar kaupir þú pulsurnar? veist bara það sem ég fæðar sko. Ertu bara, hvað er bara 2 á dag eða? Stundum sko. Í alvöru? Já, bara Vá, hvað búin að vera að ljúga mér í mörg ár Ég er bara clean fæði með það, ég er svo holdlur maður Þetta er bara uppfylling sko. Uppfylling, þetta er sambland af hund og ketti maður Já, 2 pulsur á dag maður. Já, og allavega hún vill að þú breytir þessu og hættir að safna pulsubrif með bílinn hjá þér Ok. af því þetta er ógeðslegt Þess vegna svona líkta þér Nákvæmlega Það er pulsulik. Áramóta heit 1, hætt að safna pulsubrif með bílinn Já, Já, ok, takk þetta á kassan tekið þetta á kassan. Númer 2 Þú ert með allt of mikla veðurfordóma á sumrin Sumur á Íslandi, eins og hún segir á ekki að vera 20 stæði hita og sóla hverjum einasta degi Þetta er ekki tenni Fucking bitch. Nei, hún segir bara ángriðis, hún segir hætt að pirra þig á slæmi sumaveðri liðu á Íslandi Nei, sko ég skal verja mig aðeins Já, nei sko Það er ég líka sko. Hörru, sko ég pæla ekki veðrinu. Nei. Bara, veist, dagstaglega. Nei. Það er fucking shit. Og síðan kemur smá fucking, það eru sumar að smá vor Herðu. og maður er ekki alveg sko, síðan koma hérna, veist, viðurstofurnar. Já, áfram með þig, já Hætt að hunsaði síman Halló, ertu komin? Æ, Jésús, býtu bara Þú ert að tefja þáttir, verðum að klára þetta Herru, getur þú sótt Vá, hvað okkur? ég þarf að klippa þetta mikið maður Það eru 4 sko Endar ekki Ok, við erum á leiðinni. Ok Ekki svar í síman í útsendingu Allavega, Prall. herru, hætt að útskýra Þú ert að hætta að dissa veðrið á Íslandi á sumri já. Herru, svo vill hún að þú hættir að reyna að rökraði vissum bíómyndir og ofurheitur heima Koninniðinni er drullu sama hvort að krypto og hundurna Superman sé töff eða ekki Þú ert að nota þetta podcast til þess að ræða svona kjaftaði Ok, hver er þetta næstur? Ég er búinn sko. Nei, Davíð er næstur. Já, og varst þú með eitthvað um hann? Já, ég ætla að segja sko, veist, að konan hans hafði sagt sko, hætt að vera hérna dauð og drukkin við mataborðið Já. og ríða sér oftar. Ok, Ég er aldrei við mataborðið. close Herru, Davíð Frá koninniðinni Það farið með koninniðin á fleiri date Hætt að hanga heima Já, Sófinn er ekki bestu vinniðin Ok. Allavega Þú ert að hætta að pyrra á litlu hlutum sem getur lagað sjálfur Ekki vera svona latur Shit. Boom Ok, þetta er frá koninniðinni Hætt að vera latur. Þetta er frá koninniðinni Nei, þú ert að skrifa á nefn Herru, Davíð Davíð, það er annað en það Þú ert að fara þetta að hlaupa og hætta að tala um það Wow Þetta fyrir á hinnefan sko. Herru, og eitt er viðbót Fuck you. Eitt í viðbót, okkur var ég svona mörg. Hún sendi bara svona mörg Oh my god. Ég sagði að don't hold back sko. Herru, og síðasta það sem ég er enda sammálaunni Það fara oftar út með viniðinum Já, enga vini. Við erum meira frýr Motherfucker Já. Sko, En svo reynda að senda hún sendi mér eftir hún sendi mér þetta og sendi hún nokkru sekundir síðar Oh my god, var ég að segja að maðurinn minn er órómantískur, smámunasamur, feitur og antisocial Það var þetta útgæst að myndi sko Guilty. Herru, Þröstur, þú er næstur eða ég var næstur? Ég skal vera næstu bara já, Og ég var síðastur það sem ég ætlaði að segja við Tröst var að sko, Eva hefði sagt að hérna, hann er fullkominn og það er ekki að breyta henni. I love you Couldn't be more wrong Herru, Þröstur Ég ætlaði að gera þetta á. Skuldar honum peninga, Gifti eitthvað. Spyrk í staðinn Við skulum heyra hvað Eva segir um Þröst Það hætti að laðist inn á klósett og nóttina að fróða þér
Ok, þetta er joke, þetta er frá mér. Þetta er joke. Oh my god Ég gerði íni mín í mænum á hver átt að fá þetta. Hann var sann pínu rauður í framan Þegar ég sopnaði og steinsopnaði. Þetta var joke. Þú varst hann bara þegar ég gerði íni mín í mænum á. Það er flott maður. Ég var að henda einu svona. Ok, herðu, það sem kemur svo sannarlega frá koninni en ekki mér. Ok. Og það viðra koninniðina í göngutúrum. Það er að segja, drullastu með henni í göngutúr, ekki senda hann alltaf eina. Og þetta voru þín orð. Nei, þetta var hún. Seinni orðin. Nei, jú, seinni. Copy-paste Ég veit, já. Það fara með henni í göngutúr, hún er pyrruð að fara inn. I know this. Já, you know this. I know this. Ok, herru, næsta er orðrétt frá henni eins og var. Það loka fucking closet-setun eftir notkun alltaf. Hún er vel pyrruð á þessu, sko. Þetta er auðvitað að laga. Hún gerir ekki greina mun hvort að ég hafi verið á klósitinu eða sonur minn. Nei, en sko fucking og alltaf er bæði caps. Já, ok. Þannig að, þú veist, takk þetta á kassan. Ok, greit. Herðu, og síðasta. Ég ætla að benda á það, hún lúkar ekki allt á setjunni þegar hún... Og þú ert að leyfa henni að horfa símaðin með þér upp í rúm á kvöldin. Já, það kallast nánd. Já, hún segir, hún er anti-personal space á kvöldin. Já, algjörlega. Þú veist, hvað er þetta að fela á OnlyFans eða hvað? Nei. Ég er bara að horfa á eitthvað, þú veist, á Netflix eða eitthvað. Þá kemur hún alveg þétt upp í mig. Ég ætla að horfa með þér. Já, þú ert að leifina, það er alltaf áramótætið. Herru Birki, varstu með eitthvað með hann í tekjanda hvað konum mín segir um mig? Já, hvað er það? það var sko Eitthvað í sambandið drykju? Já. Það var að hætta að drekka hverjum degi. Oh man. Hætta að þrífa svona mikið og fara í ræktina. Wrong samt ekki. Herru, ég á að sína meiri viðleitni og metnað í eldamennskunni. Ég á að hætta að gera bara hambúrgara, franska pulsur og upprúla pizzadegg. Ok. Hún segir hérna líka, það fylgja leiðbeiningar með eldum rétt, reynda að skoða það. Oh my god. Þú veist, ég spyr bara hvað er pizzum og hambúrgurum og pulsum? Ekki neitt. Nei, nokkala. Sko. Við feikarnir eru on it, sko. Þetta er ákveðna fæðugrúpur, sko. Já. Herru, ég á að finna gamla góða sjálfsagan sem ég var einu sinni með. Háleit markmið og mikill sannfæringarkraftur hljómar hans oft heima fyrir, en svo koma afsakanir eða breytingar eins og frestun á plönum. Ein bjórritaði viðbót, svo kemur pása. Varstu eitthvað tíma með sjálfsaga? Já. Nei. Nei, ég vann því einu sinni í þyngdarkeppni. Þegar barni kemur, þá verð ég búinn að skera með x mörg kíló. Þú ert ennþá að vinna hann í þyngdarkeppni. Hver er... Þú ert að vinna okkur hallæði. Þetta er síðasti þáttan hans Davís í búnum á bjóð. And he's out. Þú ættir að fara upp í 80 kíló, ég var undan niður í 80 kíló. Allavega. Já. Herru, afsakanir eins og ein bjórritaði viðbót, svo kemur áfengspása, segi ég oft, og þegar barnið kemur þá er ég búinn að skera með x mörg kíló, það gerist ekki. Kom fóðlega er hún að ráðast á. Þannig að hljóð og mynd fara ekki saman. Ég á bara að græða þetta. Ég á að hætta að tala um hluti sem ég ekki stjórn á, sem verður tjóðan á minni, svo hvernig aðri keyra. Eða fólk getur ekki hendur ruslífokk í rétta ruslatunnu. Fékkstu bara lesturinn? Já, og ég á að hætta tuður í að viðspá rætist aldrei og viðfréttamenn eigi að segja af sér að því standa sig ekki. Right? I know! Hæru, á þessu nótu. Nei, byttu. Já, ég fekk eitt viðbót. Svo er ég meitt viðbót eftir þetta, sko. Ég fekk eitt viðbót hérna. Ég á bara að prumpa þegar ég þarf að prumpa. Og stendur hérna, mér er drullu sama hvort það er út af kjötinu, ísnum eða snakkinu sem þú varst að éta. Látt það bara flakka, ég þarf ekki fucking útskýringu. Ég á það til að segja, shit, þetta var svolítið rautt kjött. Ég meitti viðbót, ég samdi lag, annað lag. Ég samdi annað lag. Það sem ég gerði hérna var það að ég hringdi inn greiða hjá Hjálmum. Já. Og Hjálmar voru svo spenntir fyrir þessu lagi að þeir hringdu í Siggi Marley, son Bob Marley. Eðlilega. Og hann ákvað að syngja þetta lag. Þannig að við ætlum bara að loka þættinum á þessu lagi og við ætlum ekki að tala neitt yfir það því að það er frábært. Þannig að bara endilega hlustið, njótið og ég segi bara takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag. Bye.
podcast about nothing and everything too. You don't know us and we probably don't know you. Here we have Berk here and Davi and David. Thruster sometimes visits and talks herpes with David. This is a podcast, we don't know what it's about. Some people listen, sometimes we are in doubt. Have you heard how funny we think we are? Oh fuck this, let's just go to the next bar. Bercury's thin, Davi's not, and Davi's in between. What the hell rhymes with between? Well, Bercury's a queen. Well, that worked well out for that little rhyme. If you want herpes from Davi, just toss him a dime. This is a podcast, we don't know what it's about. Some people listen, sometimes we are in doubt. Have you heard how funny we think we are? Oh fuck this, let's just go to the next bar. Davi is cool, Davi is awesome, Davi is funny, Bercury is okay, he's not gay, and the Energizer Bunny. Davi has humor and loves to have sex, mostly with himself when alone in bed. Davi is bald and Bercury has hair, but for Davi there isn't still much there. Thruster is a hunk, Bercury is a punk, Davi goes drool, don't forget Davi's cool. This is a podcast, we don't know what it's about. Some people listen, sometimes we are in doubt. Have you heard how funny we think we are? Oh fuck this, let's just go to the next bar. Davi's awesome, Davi is funny, Bercury is okay, he's not gay, and the Energizer Bunny. Davi has humor and loves to have sex, mostly with himself when alone in bed. This is a podcast, we don't know what it's about. Some people listen, sometimes we are in doubt. Have you heard how funny we think we are? Oh fuck this, let's just go to